Á ferðalagi. Allt bendir til þess að ferðalögin í sumar verði innanlands, rétt eins og árið á undan. En hvert skal haldið og hvað á að gera? Borgarfjörður Eystri er ein af þessum perlum landsbyggðanna sem liggja fyrir utan alfara leið og því gott dæmi áfangastað fyrir þá sem tóku hringinn í fyrra og eru að leita eftir einhverju nýju. Þar þekkir Arngrímur Viðar Ásgeirsson landslagið eins og handarbakið á sér og hefur tekið á móti fleiri gestum en fingur geta talið. Við settumst niður með honum á góðviðristegi á Borgarfirði til að ræða ferðasumarið framundan. Já, við fengum svona 6-8 vikna skemmtilega vertíð í fyrra með Íslendingum sem að komu hérna til okkar í gönguferðir og fleira og þeir ætla að koma aftur í sumar en ég er svona að vera smeykur við að erlendu ferðamenn ætli líka að koma. Og náttúrulega hluti af því sem þið bjóðu upp á hér er kyrrð og ró hérna eins og Borgarfjörður Eystra. Já, við erum náttúrulega áfangastaður sem er utan alfaraleiðar þannig að við erum kannski ekki að fá þessa svona trafík sem er á hraðferð en við fáum þá frekar til okkar gesti sem vilja stoppa hjá okkur eða telja ástæði til að stoppa hjá okkur í 2-3 nætur og njóta því sem að náttúran og friðsældin býður upp á. Segðu okkur aðeins meira frá þessum ferðum sem þið eru með í boði í hér. Það eru kannski ekki alveg hefðbundnar fyrir þessa þjónustu sem er í boði á Íslandi fyrir íslenska ferðamenn? Nei, það er kannski asnalegt að segja það en við höfum náttúrulega eins og hér í Álfheimum mest verið með erlenda ferðamenn og þá vorum við búin að þróa vöru bara frá 2008 þegar við byrjuðum að vera hérna með svona 3 og 5 daga dvöl þar sem við buðum upp á leiðsögn alla daga og lokal hráefni í matagerð og svona menn fengu að city walk að labba þorpið og kynnast svona nágrenninu og við eiginlega þýddum þetta prógram fyrir Íslendingana þannig að þeir gætu keypt sér ferðapakka að því við erum komist að því að herru, við erum hérna 10 saman og langar að koma, er þið ekki með eldhús? Og við sögum bara nei, en við skulum bara búa til pakka fyrir ykkur, við eigum pakka fyrir okkur og við ætlum bara að bjóða okkur upp á hérna lúxusdvöl og þið fáum bara mat á veitingastað og gistið á eitthvað hótelherbyggi með baði og þá kom alltaf, er það hægt? Ég meina, að því að þetta er ekkert það sem að þú sérð mikið fyrir Íslendinga en þessi vara er til og rauninni ættu við að vera að selja þetta alveg til Íslendinga eins og einhver annara. Íslendinga er bara einn markhópur af mörgum. En það er einmitt svona sem við oft ferðumst ef við förum til útlanda, þá erum við að kaupa svona pakkaferðir. Já, og það voru einmitt gestirnir sem komu til okkar í fyrra sem voru kannski búinir að bóka sig einhverja pakkaferðir og voru bara að leita, heyrðu, er ekki til svona pakkaferð á Íslandi og við birtust með þetta, kölluðum þetta ferðasumar.is og settum upp svona ferðir og það er að vera býsna þétt bókað fyrir sumarið. En hérna á Borgarfirði Eystra, það er nú margt í boði og þú ert nú betri að segja frá því en ég, en af hverju að koma hingað? Af hverju ekki? Nei, sko, við náttúrulega erum áfangastaðir sem að þeir sem hafa heimsótt okkur eru okkar sölumenn. Það er eiginlega þannig að þegar þeir hafa upplifað það að þetta er eitthvað sérstakt. Það er einhver sérstakur kraftur hérna í náttúrunni og það er eitthvað skemmtilegt við þetta samfélag og það er eitthvað skrýtnu fólki hérna og allt þetta blandast saman og meiri segja þannig að það er svona 100. hver gestur sem spyr lóð á hann að fer heim. En þú hefur nú mikið verið með gönguferðir hérna og ef þú fer svona yfir, já, góða gönguleið, hvað er maður að upplifa í þeim? Við erum alltaf með rosalega fjölbreytt svæði og það má eiginlega skipta þessu svona í 2 pakka. Annars vegar er maður bara að labba það sem við köllum Víknaslóðir frá Seyðisfirði og hérna yfir á Borgarfjörð og taka þá skálana í Loðmundarfirði og Húsavík og Breiðuvík á leiðinni sem eru mjög góð aðstaða. Og hins vegar erum við að koma þá bara á Borgarfjörð og dvelja þar í þorpinu í góðri gistingu og taka svo dagsferði þaðan. Og þá erum við með Brúnavík, svona 12 km göngu, Stórurð, 12-16 km göngu og veljum bara eiginlega bara gönguleið dagsins eftir veðri og vindum og hópnum og við höfum einhverja 20 gönguleiðir úr að velja hérna frá hótelinu ef við leggjum á stað. Þú talar að þeir sem hafa komið hérna og maður þekkir það sjálfur, það er eitthvað alveg sérstakt hérna. Er einhvern veginn hægt að koma þessu í orð?
Ég segi bara að sko, þú ert eiginlega að heimsækja móður jörð. Hún tekur á móti þér, hvort sem að skilur bara ef þú opnar lítillega á þá hugmyndafræði að þá er móður jörð að taka á móti þér og halda utan um þig meðan þú ert hérna. En við getum nú eiginlega ekki annað en minnist aðeins á lundann í viðtalið hvað er helst að sjá hérna á Borgarfirði eystra. Já, við eigum náttúrulega, við segjum alltaf bestu lundaskoðunar aðstöðu í heimi og það er allir sammála því sem kom að sjá hana. Og það er búið að byggja upp við Hafnarhólma mjög skemmtilega aðstöðu og auðvelt að komast upp á svona bara tröppur og gangstíga sem þú getur bara labbað innan lundabyggðina. Þetta er búið að reyna í 30 ár og lundin er sáttur við þetta. Hann býr bara til sínar holur undir tröppunum og annar staðar og ferðamaðurinn er mjög sáttur við þetta því að þú bara getur tekið stjörnumyndir á símaðinn bara 2 metra í burtu. Þannig að við fyrir utan náttúrulega nýtt þjónustuhús sem að er síðan alveg verðlaunaður arkitektur þar á ferðinni. Hér er þetta lægja hjól og kajak og það er ýmislegt í boði. Já, við erum alltaf að bæta einhverju við. Við rekum alveg 4 fullgilda veitingastaði allt sumarið og á Blábjörgum er henni opið allan ársins hring. Það eru jógaferðir og skíðaferðir í gangi á næstunni og hjá þeim og við erum alltaf að reyna að bæta okkur og það er komið öflug hjólaleiga og bara öflug kajakleiga sem stendur til boða á sumrin. Eina sem þú lofaði mér fyrir þessa heimsókn hérna á Borgarfirði eystri var gott veður og hér sitjum við 19 stiga hita. Ætlarðu að lofa okkur góðu veðri líka í sumar? Það fyrir bara eftir hvað borgar. Ég lofa alltaf þegar það komir rétt verð, þá kemur alltaf gott veður. en án gríns þá löpum við fyrra í 69 daga og það voru 3 dagar í rigningu.